Nemendur í 7. bekk Háaleitiskóla á Ásbrú sem hafa nýsköpunar- og tækniáfangan Hackit sem valfag tóku þátt í svokallaðri línueltikeppni í Eldey, aðstöðu tæknifræðináms Keilis og Háskóla Íslands. Áfanginn snýst að kynnast undraheim nýsköpunar og tækni og fengu nemendur meðal annars það verkefni að smíða lítil vélmenni og forrita þau til þess að geta ekið eftir strikaðri braut ásamt því að geta stjórnað þeim með snjallsímaappi. Keppt var hvaða vélmenni fór hraðast í gegnum brautirnar. En hvernig voru bílarnir smíðaðir? Bara með hlutunum sem voru í kassa og við þurftum að bara setja það saman. Og hvað með forritunarpartin? Þurftu að gera það líka? Já. Hvernig gerið þið það? Bara notum tölvurnar. Hvað áttu þið að láta bílinn gera í keppninni? Við áttum bara að láta hann klára brautina. Annarkvort eins nákvæmt og hægt eða bara eins rætt og hægt var. Og hvað kom til að þú vannst en ekki hinir? Hvað ætli hafið Því betur en þau. Stelpur, þið sigruðu í línubrautinni þar sem að bíllinn ykkar átti að fylgja svörtu línunni og þið voru búin að forrita bílinn til þess að gera það, ekki satt? Jú. Og getið þið sagt mér örlítið frá keppninni og frá bílnum? Já, þessi bíll þetta Simba og við bara þjálfuðum hann. Við þjálfuðum hann með svona skanna undir til þess að fylgja línunum og við þjálfuðum bara með því að fylgja línunum með skannanum. Þið forrituðu hann til þess að fylgja línunum? Já. Og hvernig gerir maður það? Það er bara svona skanniðinu undir sem skannar línuna og þannig að hann bara fer eftir línunni. Og finnst ykkur þetta skemmtilegur áfangi? Er þetta valáfangi í skólanum? Já, þetta er valáfangi og þetta er mjög skemmtilegt. Hafið þið áhuga á tækni? Já. Akkur ákvaðuð þið að velja þennan áfanga í staðinn fyrir eitthvað annað? Pröfu eitthvað nýtt. Já, spennandi. Gætu þið hugsað ykkur að vinna eitthvað tengt tækni og vísindum í framtíðinni eða læra eitthvað? Já. Keilir hefur tekið að sér að annast valgreinar fyrir nemendur í Háaleitiskóla á Ásbrú. Fyrir áramót verða nemendurnir í Hackit-smiðjunni í Eldey en eftir áramót kynna þau sér fluggreinar eins og flugvirkjun og flugnám. Strákar, þið eru nemendur í hátæknifræði hjá Keili og voruð að kenna þennan valáfanga í Háaleitiskóla. Getið þið sagt mér aðeins frá áfanganum? Áfanginn snýst út af það að kynna þessi krökkunum fyrir tækni, forritun og koma við innan að koma upp áhuga þeirra fyrir þessi tækni yfir höfuð. Og svo getur þau skemmt sér að setja saman og komið svona hugmyndum hvað hátækni er eiginlega. Hvernig datt ykkur í hug að hafa þessa keppni? Okkur fannst það rosalega skemmtileg hugmynd og við byggum til bíla með þeim akkurat, og okkur fannst það svo skemmtilega hugmynd að láta bílana nota skynjara og Elta línu og keppa við hvern annan. Það er svona skemmtileg hugmynd með krökkunum. Láta þau gera eitthvað. Og þau getið þið sagt mér hvað þau þurft að gera til þess að bíllinn yrði tilbúinn? Það fóru 12 vikur af undirbúning fyrir þetta. Þannig, við vorum með kit hana sem við fengum okkar tilbúin með öllum pörtunum sem okkur vantaði. Áður en það var, þurftum við að kenna hvernig rafmagn virkar fyrst. Þannig að kveikja fyrst á perum, segja hvað rafmagn fyrir plús og mínus, hvað það er straumur og spenna og svona. Síðan okkur færðu yfir þá í kitum með bílunum, þannig að fengu okkar til að setja saman bílana og tengja þessi alla mótora, vera alveg 100% hvernig allt rafmagn virkaði akkurat eins og segir. Og síðan vorum við með örtölvu sem við fengum til okkar til að leika sig með og forrita þessi forritin til þess að láta bílana gera vissa hluti. Þurfa þau að skrifa inn kóðana og þannig? Það er sagt, við notum mjög basic forritun, C++, eða ekki. Þetta er svona blanda af C og C++, sem Arduino örtölvan notar. Þannig að við notum bara mjög léttar setningar, if, else, og lesa skynjara hvort hann segir já, 1 eða 0. Og úr því setjum við saman forrit. Vorum að kynna þeim þannig fyrir þannig bara einfaldir forritun hægt til að kynna þeim fyrir hugtækinu, hvernig þetta allt virkaði. Og gekk þeim vel að læra þetta allt saman? Þetta hljómar flókið? Þetta er hljómar flókið en er ekki það flókið. Vorum með æðislegan hóp, höfðu áhuga á þessu, skemmti sér vel við það. Og voru bílarnir að gera það sem þeir voru forritaðir til að gera? Þeir voru það. Stundum. Það er stundum bara úrskeiðishlutir, maður veit ekki af hverju, en það er partur af forritun. Einmitt, haldið þið að þið hafið náð að kveikja meiri áhuga hjá þessum krökkum á tækni og vísindum? Við vonum það sérstaklega.
Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.